Þá erum við hér komin aftur á bæjarstjórnarfund númer 1578 hjá bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þá setjum við fund aftur núna klukkan 20:38. Við erum búin að afgreiða fyrsta dagskrármál sem fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Við erum þá komin í annað dagskrármál sem 3 ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2023 til 2025. Og það Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir og þeir sem heima sitja spenntir og hlusta og horfa. 3 ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2023 og 2024 og 2025 nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 2. desember 2021 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði þann 27. október síðastliðinn og vísað til fyrri umræðu bæjarstjórnar sem fór fram síðar þann sama dag. Samkvæmt 1. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og samkvæmt 50. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Breytingar á milli umræðu 3 ára áætlunni eru óverulegar. En þar sem áætlunin tekur mið af fjárhagsáætlun 2022 breytist 3 ára áætlun til samræmis við breytingar á ársáætlun. Eins og fram hefur komið áður mikil vinna lögð við fjárhagsáætlunina sjálfa en 3 ára áætlunin uppreiknuð byggð á ársáætlunin fyrir 2022. En áætlaðar eignkvæða framkvæmdir eru rúmar 2.000 milljónir króna á þessum árafjölda. Það eru 914 milljónir 2023, 802 2024 og inn á áætlunum komna 343 milljónir 2025. Stærstu verkefnin eru í milljónum króna, það Hamarskólinn og það áætlað, það eru 200 milljónir á áætlun núna fyrir 2022 en 2023 eru 400 milljónir og svo eru settar 200 milljónir en áætlun 2024. En þess ber að geta að ekki búið að bjóða verkið út, þannig að þessar tölur eru tölur sem í rauninni lagt til að framkvæmdastjórum inn í þessa vinnu. Og svo erum við með uppbyggingu íþróttamannvirkja, það áætlað 170 milljónir 23, 180 24 og 180 25 og það sem að mun vonandi koma til okkar endaleg skýrsla uppbyggingu íþróttamannvirkja á næsta ári og þá þetta bæjarstjórn að sýna það að við ætlum okkur í jafna og þétta uppbyggingu byggða á þessari áætlun þó það sé ekki komnar framkvæmdir á bakvið þessa tölur. Nema það eru auðvitað hluta til komnar framkvæmdir á bakvið eins og Hásteinsvöllur og samningurum við golfklúbbinn inn í þessu. Svo það auðvitað fráveitumframkvæmdirnar og við notuðum tækifæri núna þar sem ríkið loksins bauð upp á það að sækjum styrk tengdan vaski á fráveitumframkvæmdir og fékk Vestmannaeyjabær öll sín verkefni samþykkt og áætlunin fráveitumframkvæmdir byggð á því þannig að við getum uppfyllt það að við fáum þessa styrki sem við sóttum En 3 ára áætlunin fylgir fjárfestingaráætlun fyrir árin 23 og 25 og það eru mörg og metnaðarfull og þörf verkefni. Eins og áður kom fram verið að vinna forvinnu við hönnun og nýbyggingu Hamarskóla og stendur til að bjóða út verkið og þegar búið verður að byggja við það, verður 5 ára deildin 1. til 4. bekkur, frístundaveru á tónlistarskólanum undir sama þaki og eins og áður sagði verður þetta algjör bylting í aðstöðu fyrir alla meðal annars samkomu og matsal. Að ræða stæðstu einstöku framkvæmd bæjarins á næstu 2 árum. Ef við kíkjum aðeins á uppbyggingu íþróttamannvirkjanna þá verið þessi undirbúningsvinna í gangi sem ég fór yfir hér við fyrri umræðu að meta framtíðarþörf á uppbyggingu íþróttamannvirkja. Og ljóst að íþróttamiðstöðin líka komin til ára sinna og þarfnast mikil viðhalds og rétt að bæði samhliða þessari skýrslu eða áætlun uppbyggingu íþróttamannvirkja að það verði líka lögð fram áætlun uppbyggingu og viðhald og nýbyggingu ef þörf á við íþróttamiðstöðina. Og rétt að skoða alla þessa hluti í samhengi því þetta eru stór framtíðarverkefni til næstu 10 til 15 ára. Fyrsta stóra verkefnið nú þegar á teikniborðinu og það gervigras og flóðlýsing á Hásteinsvelli og það á að hefja það næsta
á næsta ári og unnið verður eftir framtíðarsýn við uppbyggingu íþróttamannvirkja í framhaldinu. Jafnframt stendur til að gera 3 ára samningu Golfklúbb Vestmannaeyja uppbyggingu á aðstöðu golfvallarins og það 20 ár til næstu 3 ára, byrjar árið 2022, 23 og 24, alls 60 milljónir. Og einnig verður haldið áfram að fylgja eftir þessari uppbyggingu í íþróttamiðstöðinni. En þá það fráveitumálin eins og ég kom inn á áðan. Á síðastliðin 10 ár hefur unnið ötullega endurbótum á fráveitumálum og stefnt að því að ljúka framkvæmdum Vestmannaeyjabæjar árið 2025 við þau verkefni sem liggja fyrir og var sótt styrk til. En þá hvort tveggja við framkvæmdir sem þarf að ráðast í vegna reglna. Það verið að breyta reglum varðandi fráveitu og hvaða sem eru sett af yfirvöldum og einnig endurnýjunum sem ég nefndi hér áðan 50 ára gömlu lögnina sem undir höfninni. Og eins og ég sagði áður þá gáfu þær sig og mikilvægt að skipta þó að bráðabirgðaviðgerðin haldi þó í þeirri lögn. Og ef við snúum okkur að hafnarsvæðinu, árið 2007 var farið í rannsóknir á stórskipakanti norðan Eiðis og liggja fyrir upplýsingar úr því sem voru kynntar inn í framkvæmda hafnaráði á kjörtímabilinu 2010 til 2014. En lengra var í raun ekki haldið með þær pælingar. En vinna í gangi, það kom fram í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar hér áðan að þetta væri lág fjárhæð, hún það, en vinnan í gangi með vegagerðinni og komin töluvert langt. Þetta vinna til þess að hægt sé að undirbúa gögn og annað, því ekki hægt að sækja fjármagn í framkvæmdina öðru sem að vera með eitthvað á teikniborðinu. Og vegagerðin með okkur að vinna í þessu og útreikninga vegagerðin að ræða, þeir eru tímafrekar og þetta kostnaður sem framkvæmd og því verður að skoða hvað mögulega lagfræðingar eru innan hafnar tímabundið á meðan verið að klára bæði undirbúning og fjármögnun utan Eiðis sem klárlega framtíðarsýn okkar allra og varanleg lausn. Og svo það ljósleiðaravæðingin, hún auðvitað verkefni sem við ætlum okkur að vera með. Það náttúrulega búið ákveðið að setja þetta í einkahlutafélag með 500.000 króna hlutafé og stjórnin eins og ég fór yfir áðan. Og tilgangurinn að leggja ljósleiðara hverju heimili í Vestmannaeyjum í mögulegu samstarfi við einkaaðila sem sýnt af áhuga á slíku og þess ber að geta það eru 2 aðilar sem hafa sýnt áhuga á slíku og auðvitað væri óskastaðan sú að við sætum ekki hér og værum að ákveða það að stofna einkahlutafélag til þess að vera þetta ljósleiðara Vestmannaeyjabæ. Við höfum haldið að það væri búið fyrir löngu ætti að vera búið leggja ljósleiðara í Vestmannaeyjabæ. En því miður þá stærðin okkar sveitafélagi virðist falla á milli þess sem telst dreifbýli og styrkhæft, það eru örfá hús hér sem voru það, og því sem telst á markaðslegum forsendum. En reyndar í stjórnarsáttmálanum getið það að það eigi að huga að því, þar sem ekki komið ljósleiðari, að það eigi að reyna að búa til eitthvað í kringum það sem svipar til þess sem var gert í dreifbýli. Þannig við munum fylgjast að sjálfsögðu með því. En ef þess gerist þörf, þá mun Vestmannaeyjabær lána til framkvæmdana. Verkefnið gríðarlega viðamikið og framkvæmdi mun taka nokkur ár. Efla hefur unnið að hönnun ljósleiðarakerfisins undanfarið ár og nú komin gögn til þess að hægt sé að fara í fyrsta hluta útboðs eftir að vera búið að stoppsetja félagið og vinna þá undirbúningshluti sem þarf. En gögnin eru nokkurn veginn komin til þess að hægt sé að taka næstu skref. Þá það uppbygging sjósundsaðstöðu. Þetta ótrúlega skemmtilegt verkefni sem kom inn í umhverfis- og skipulagsráði, þar sem ráðið ákvað að auglýsa eftir áhugasömum aðilum til að byggja upp sjósundaðstöðu út í Klauf, eða fólk að synda í Höfðavíkina en það var að horfa til þess aðstæðan yrði út í Klaufinni og þetta yrði að einkaaðilar myndu gera þetta eða einkaaðilar í samstarfi við Vestmannaeyjabæ og ég veit nú til þess að það að taka þetta mál fyrir skils mér í næstu viku eða seinna, já. En allavega tíminn útrunninn, þannig það hlýtur að fara að skýra sig hvað kom út úr þessu. En það mikill sjósund áhugi á Íslandi og Vestmannaeyjar ekki þar undanskilin og undanfarin misseri hafa margir Eyjamenn og gestir stundað sjósund úr Höfðavík. Umræðan hefur verið að bæta þau aðstöðu sem munu nýtast heimamönnum og sem ferðamenn geta svo nýtt sér. En yrði þetta enn eitt aðdráttaraflið ef að yrði. En að lokum, ég bjartsýn fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar og Vestmannaeyinga. Hér mörg tækifæri, en það skiptir miklu máli að skapa hér eftirsóknarverðar aðstæður og hvata fyrir fólk og fyrirtæki. Áframhaldandi uppbygging á innviðum og styrking þeirra sem fyrir á ábyrgð sveitafélagsins. Þessi áætlun
ber þess merki að vilji sé til að halda áfram að byggja upp okkar góða samfélag. Takk fyrir Íris Róbertsdóttir. Þessu fylgir stutt innbókun. Íris Róbertsdóttir gerir grein fyrir 3 ára fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 til 2025 og sérstaklega þær framkvæmdir sem áætlaðar eru á umræddu 3 ára tímabili. Þar vega þyngst stækkun Hamarsskóla, uppbygging íþróttamannvirkja, fráveitu framkvæmdir, skipulag og framkvæmdir á hafnarsvæði og ljósleiðaravæðing í þéttbýli. Lýkur þessari innbókun vilja bæði fulltrúar taka til máls undir þessu lið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, bara svona til upplýsinga. Ég er ekki viss að ef að formaður ráðsins er ekki veit ekki af því að þá kom fyrir nokkrum árum síðan mjög áhugaverð tillaga frá í gegnum verkefnið Viltu hafa áhrif, tillaga frá henni Emilíu Borgþórsdóttur aðstöðu niður inn í Höfðavík og ég held að það væri ágætt að rifja hana upp og hún er væntanlega til á tæknideildinni en það eru örugglega kannski svona 5-6 ár síðan en það voru skemmtilega pælingar og en það hefur augljóslega ekki verið komið ennþá til framkvæmda og voru ákveðnir, ég man nú ekki alveg hvaða vankantar voru þar á en ég vildi bara beina þessu til formanns að það var þarna skemmtilegt tillaga frá henni Emilíu sem er mjög hugmyndarík og oft með góða pælingar þannig að ég allan beini til formanns að óska eftir kannski þeim upplýsingum þannig að það sé hægt að athuga hvort það samræmist eitthvað þessum pælingum. Takk. Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls þessum öðrum dagskrárlið? Svo er ekki. Ég ber þennan dagskrárlið undir atkvæða. 3 ára fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 til 2025. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefur atkvæðamerki. Það er allir bæjarfulltrúar. Það er samþykkt 7 samhljóða atkvæðum. Þá fyrir við 3. dagskrárlið. 3. dagskrárlið er breyting á leiðbeiningum ritun fundagerða og notkun fjarfundabúnaðar. Þessu fylgir smá innbókun. Bæjarráð ákvað á fundi sínum þann 18. nóvember síðastliðinn að vísa tillögu að viðauka við bæjarmálasamþykkt til fyrri umræðu í bæjarstjórn. En 2 umræður þarf breytingar á bæjarmálasamþyktum og viðaukum lögum samkvæmt. Er að ræða ákvæði sem heimilar á notkun fjarfundabúnaðar á fundum bæjarstjórnar, ráða og nefnda á vegum bæjarins, samanber nýlega breytingar á sveitarstjórnarlögum. Jafnframt er lagt til að í viðaukanum verði skert á 47. grein samþykktarinnar með því að tilgreina skýrt fullnaðarafgreiðslu annarra en bæjarstjórnar eða bæjarráðs. Þessi drög eru unnin af framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs Vestmannaeyjabæjar og henni Cecilíu sem er stjórnsýslu endurskoðandi hjá KPMG. En þetta var sent út með gögnum fyrir fundin. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það er náttúrulega lærðum það í fyrra að við gátum ekki hist en svo er alltaf svo gott að gera. Það er eitt sem er náttúrulega í auglýsingunni frá ráðherra eða frá ráðuneytinu að það er sem sagt með að nefndarmaður sem tekur þátt í fundi með rafrænum hætti skal vera staddur í viðkomandi sveitarfélagi eða í erindagjörðum innanlands á vegum þess. Það er þetta orð í erindagjörðum innanlands á vegum þess sem ég finnst svolítið óskýrt. Ég bara útskýra bara á íslensku hvað mér finnst. Mér finnst svolítið sérstakt ef við erum að gera upp á milli, við vitum ekkert hvernig bæjarstjórnir eru skipaðar, hvaða störfum menn
er að gegna. Og ef það er, hvort það sé átt við það að viðkomandi, bara ef ég er að vinna hjá Vestmannaeyjabæ, að þá geti verið erindum út af minni vinnu fyrir bæinn í bænum, eða hvort að erindagjörðin innanlands sé á vegum bæjarstjórnarinnar eða hvað. Mér finnst þetta svona svolítið óljóst og þetta er bara eitthvað kannski sem við erum að taka umræðinu við hvað er átt. Ef það er átt við að ég geti bara, ef ég er starfsmaður sveitarfélagsins verið að sinna vinnu einhverstaðar annars staðar, þá finnst mér það að vera ekki gilda jafnræði á meðal fulltrúa í nefndum og ráðum. Þannig að mér finnst það svona bara til umhugsunar og svo líka að verða að vera staddur í viðkomandi sveitafélagi, að það er náttúrulega eitthvað sem að bæjarstjórn bara þarf að ákveða. Það getur alveg verið þannig, ég vona að það verði aldrei þannig að við þurfum kannski að vera stödd í öðru sveitafélagi. Þannig mér finnst þetta bara svona, þetta stend vissulega í auglýsingunni frá ráðherra, en ég hef hvergi séð umfjöllun þetta, jafnræðið eða við hvað er átt við. Þannig að það væri, ef einhver veit að inni, ef það hefði eitthvað velt þessu fyrir ykkur, það væri svona fínt að fá umræðan þetta, en vissulega er þarft að hafa þessar reglur. Takk. Já, takk fyrir Helga Kristín Kolbeins. Íris Róbersdóttir, kjörsumann. Forseti, bæjarfulltrúar, við ræddum þetta og pældum í þessu, minnst kosti ég og Angantýr Einarsson, að ég veit alveg akkur þetta er tilkomið og ég geti náttúrulega samt ekki fullyrt það, en ég held þetta sé bara útfærslan frá Alþingi. Vegna þess að þegar þú ert í viðkomandi kjördæmi, þetta eru nefndafundirnir sem alþingismenn geta þá setið, til dæmis í Norðausturkjördæmi, þá er taka þér fundina í sínu kjördæmi, eða eins og þarna er sagt í sínu sveitafélagi. Og þeir eru náttúrulega þá geta verið, eða þeir taka þá í Reykjavík, af því þá eru þeir í erindagjörðum á sínu. Þannig þessi hugsun, ég veit það vegna þess að ég satt einn nefndafund þar sem akkurat þetta var verið að ræða. Það var verið að ræða þetta og ég var svo hissa vegna þess að þetta er ekki eins með sveitafélögin. En í sumum sveitafélögum eru, til dæmis saminu stórum sveitafélögum, getur þetta hentað, en eins og þú sérði í viðaukanum þá orðum við heimildin okkar svolítið öðruvísi. Við máttum ekki hafa hana víðari heldur en var frá ráðherra, en við máttum orðið þetta svolítið öðruvísi og okkur fannst öllum þegar við vorum að ræða þetta eða þetta var rætt í bæjarráði, það fannst öllum meðlumum bæjarráðs svolítið sérstakt að kannski einn væri í fjarfundi í bæjarstjórn. Það myndi svolítið flækja hlutina hjá okkur. Þá myndum við freka bara öll fara á fjarfundin. Og svoleiðis var viðaukinn settur upp. Þannig þetta væri, og þá líka er ekki minnst á þetta að þú þurfir að vera, og ég er algjörlega sammálaðir, Helga Kristín Kolbeins bæjarfulltrúi, að það er alveg hægt að skilja þetta þannig það sé verið að mismuna vegna þess að ég get alltaf verið á ferðinni fyrir hönd í erindagjörðum fyrir sveitafélagið, því ég er starfsmaður sveitafélagsins, ég er nú eina af okkur sem er það, þannig að ég er alveg sammálaður því, en ég held að hugsunni sé, þetta var látið sama gilda fyrir sveitafélag, en þú horfir á alþingismenn, þá eru þeir, skilur í erindagjörðum þegar þeir eru í Reykjavík, þá eru þeir í vinnu tengdu kjördæminu sínu, en þegar þeir eru heima hjá sér, þá mega þeir taka fundina því þeir eru heima hjá sér, skilur verða að vera í sveitafélaginu eða í kjördæminu. Þannig að ég held að þetta sé aðeins vanhugsað. Ég bara er algjörlega sammálaður. Þess vegna er viðaukinn öðruvísi orðaður hjá okkur með þetta. Við bara ræddum það inn í bæjar og það var bara gott samkomulag það hvernig við myndum klára það. Og það er bara þetta að við séum þá bara öll á fundi. Ef það kemur upp þannig aðstæða þá bara samþykkjum öll að vera á rafrænum fundi. En það eru auðvitað bara við sérstakar aðstæður sem þeir eru svona inn í inn í samþyktinni hjá okkur, að því eins og kom fram í máli nokkra bæjarfulltrúa áðan, auðvitað er rosalegu munur að geta bara verið hér og hist. Það er bara allt annar bragur á því. En auðvitað geta komið upp aðstæður og sjálfsögðu eins og kom upp 1973, þá hefði bæjarstjórn geta þurft að fundi í öðru sveitafélagi. Þannig að þú veist, þetta er bara mjög góða punktur. Já, takk fyrir Íris Róbersdóttir. Mjög gagnleg umræða.
fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessa lið? Ef ekki þá ætla ég að bera hann undir atkvæði til máls. Já, gjör svo vel, Eyþór Harðarson. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Heyrðu, já, ég svo sem las þetta nú bara í fyrsta skipti í dag, þessa tillögu eða að þessum breytingum á bæjarmála samþykkt og án þess að hafa tekið nokkuð umræðu eða talað þetta við ykkur eða rætt þetta eða diskutera, þá hjó ég þetta að mér fannst þessi texti að þegar bæjarfulltrúar taka þátt í fundi með rafrænum hætti skulu þeir vera staddir í sveitafélaginu eða í erindagjörðum innanlands á vegum sveitafélagsins, og þetta er nákvæmlega sama og Helga Kristín bæjarfulltrúar var að tala og Íris bæjarstjóri. Mér finnst bara þessi texti algjörlega óþarfi. Þú veist, okkur ekki heimilt að taka þessa setningu út til hvers? Sko, það sem ég hripaði hjá mér var bara, mér finnst allan að textin ætti að vera ef það á að vera, sko, það sem ég finnst að ég náttúrulega sko vera staddir í sveitafélaginu eða í erindagjörðum sinnar atvinnu utan bæjarfélagsins, bara til að gera ekki upp á milli bæjarfulltrúa, hvort sem að segjum að, já, en svona, þetta er bara pælinn, skilurðu, og það verður þá bara ykkur að segja manni að það megi ekki breyta þessum text og hann verði að vera svona, en í mínum huga myndi ég allan tíman reyna að bara fella svona skilyrði út sem sko, ég sé ekkert gagn í því. Ef að við ákvöðum að þetta verður auðvitað bara svona afbrigði eins og maður segir þegar við erum með rafræna fundi. Ef að ástandi í samfélaginu er þannig að við teljum að sé gott að vera með rafræna fundi, þá get ég ekki séð hvort að á þeim degi sem á að vera bæjarstjórnarfundur og allir ætla að vera á rafrænum fundi, ef ykkur þarf og á erindi til borgarinnar eða eitthvað, hvað skiptir máli hvort hann tengi sig inn frá úr borginni. Þannig að mér finnst miklu svona gáfulegra að bíða með að samþykkja og finna svona texta sem er eitthvað viti, við getum orðað það, mér finnst ekkert viti í þessum texta eins og hann er þarna, en aftur á móti myndi ég vilja bæta við að þegar við erum með rafræna fundi, þá skal fundarmaður eða bæjarfulltrúi eða nefndarfulltrúi tryggja að hann sé með gott netsamband. Þú veist, og ef hann er ekki með gott netsamband, þá verður hann bara að boða varamann á fundin, því að það er náttúrulega algjörlega óþolandi þegar einhver er á fundinum í vonlausu netsambandi og trufla fundin og gera hann kannski algjörlega vonlausan út af einhver meinum fundamanni sem er í vonlausu netsambandi. En ég allan er ekki með beina tillögu hérna í þessari umferð, en ég held að við þurfum einhvern veginn að staldra við og reyna að orða þetta þannig að þetta sé ekki bara einhver vitleysa. Takk fyrir. Já, takk fyrir Eyþór Harðarson. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, get nú ekki tekið undir allt sem kom fram í máli Eyþórs Harðarssonar bæjarfulltrúa einn áðan, því að við getum nú alla sagt að þeir sem eru í ráðuneytinu séu að senda okkur einhverja vitleysu, en málið er að ég bara er algjörlega sammála ykkur og ég held að vegna þess að þetta þarf tvær umræður og við viljum náttúrulega helst láta rafrænu þáttinn ganga inn, þá held ég að ég myndi bara vilja gera það tillögu minni að forseti myndi bera það upp að við myndum bara láta kanna það hvort að við getum tekið þetta út. Af því ég er bara algjörlega sammála ykkur. En það sem við vorum að vandræðast með var að maður mátti ganga skemur, en þú veist ekki lengra. Erum við þá að ganga lengra ef við tökum þetta út? Við skulum bara láta kanna það. Af því ég bara er algjörlega sammála ykkur að mér finnst þetta vera mismunun, en ég vissum þetta er færslan, þetta er nefnilega ekki mismunun ef þú ert alþingismaður, skilurðu, þannig að ég hugst að það verður bara yfirfært yfir á sveitarfélögin, af því þá er allir í vinnu, skilurðu, við þetta, þannig að ég hugst að það sé eitthvað hugsunin, en
Það verður allavega mín tillaga, forseti, ég er ekki búin að skrifa hana niður, að við myndum bara leggja það til að þetta yrði kannað. Við getum það bara, það væri hægt að vísa þessu áfram með þeim fyrirvara að þetta yrði tekið út ef hægt var að gera það. Þannig að ég myndi vilja leggja það til að því að ég tek bara heilshugar undir þetta. Þetta er mismunun. Og mér finnst þetta bara góð pæling að ef þú ætlar að taka þátt í þessum fundi, þá gerum við kröfu það að viðkomandi sé í góðu netsambandi. Og það bara, maður mist ekki að því bara að setja það til hliðar, að það er bara ætli fundamaður að taka þátt fyrir að tryggja gott netsamband. Þannig ég hef bara viljað ef það er að leggja þannig upp að við vísum þessu, svo við gerum stundum í bæra á með við umræðarnar á fundinum, ef við gætum skoða það og ég tek bara undir það. Já, takk fyrir Íris Róbertsdóttir. Ég held að það sé ágætt að skoða þetta á milli funda og með leyfi varaforseta þá held ég að sé örlítið dýpra á þessu vegna þess að einhvern tíma las ég dóm þar sem að var verið að kljást þetta að sveitarstjórnarmaður komst ekki á fund og fleira og það hefur nú verið mælt fyrir í lögunum að ef þú sért inn að sveitarfélagsins og komist ekki vegna veðurs og fleira svo er talað að það megi ekki ræða trúnaðarmál og fleira á svona fjarfundum. Það kom skrið á þetta núna út að við erum búin að fara í gegnum þetta COVID-fjör síðustu 2 ár og það var hreinlega bara ekki hægt að halda fundi nema með þessu. Þannig ég held að þetta sé svarið við þessu að í svona einhverjum neyðartilfellum sé gripið í að halda þessa fjarfundi en ég held að sé ekki að það sé svona öllu jöfnu verið að gera ráð fyrir því að það sé verið að mæta á fundi þannig að þannig skil ég þetta og ég held að sé ágætt að ræða þetta milli umræða en Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, það er þetta með litlu málin en auðvitað er það ekki lítið mál þegar við erum að ræða og samþykkja bæjarmála samþykktin okkar og breytingar á henni. En það er, ég er algjörlega sammála því sem hefur komið hérna fram og við veltum þessu svo sem upp á fundinum þetta mögulega misræmi og svo þegar að bæjarfulltrúi Eyþór kemur inn og ræðir þetta frekar og setur bara aðstæðunar upp einmitt að til dæmis eins og í hans bara nefnd, segjum að hans nefnd væri, þar er starfsmaður sveitarfélagsins og segjum að hann væri staddur einhvers staðar í Reykjavík að sinna sinni vinnu, að þá hefði hann möguleika viðkomandi starfsmaður af því að það stendur í lögum að hann megi það þó svo að það sé ekki kannski endilega tengt starfsemi nefndarinnar. Þannig að það er svona, og ég myndi vilja það að ef okkur verði gert óheimilt að fella þetta út, að þá myndi ég vilja að við kæmum að framfæri óánægju með þetta skilyrði og hvaða misræmi þetta fel í sér. Þannig að ég myndi beina því þá til bæjarstjóra að fylgja því eftir og að sama skapi tekið undir það sem kom hérna í máli forseta að auðvitað er náttúrulega og það var mál held ég hjá Hafnarfirði þar sem að var fulltrúi vildi fá sitja í gegnum síma í bæjaráði og ég hef sjálf lent í því að ég fengið að sitja og þá var ég ekki fulltrúi sem hafði kjörrétt en fekk að sitja sem áheyrnarfulltrúi þegar var verið að ræða mikilvæg málinu bæjarráðs og ég þakka það að manni hafi verið sýndur sá sveigjanleiki en auðvitað er það eðlilegt að fólk sé kannski ekki að fara og sé ekki statt í erlendis í einhverju fleiri mánuði og sé að sinna einhverjum störfum fyrir sveitarfélagi þannig en auðvitað eru aðstæður sem að koma upp og sérstaklega ef það er kannski tengt starfi eða öðru að það sé þá metið í hvert og eitt skipti en við séum kannski ekki að misræma fólki eftir störfum en ég held að þessi umræða sé bara búið að vera gagnleg. Takk. Já, takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Helga Kristín Kolbeins Gissur. Forseti, bæjarfulltrúar, ég bara þakka skýr svör og eins og var komið inn á þá er þetta ekki orðað nákvæmlega eins og í auglýsingunni en það stendur bæjarstjórnin þarf að samþykkja með meiri hluta. Það þurfa að vera sérstakar aðstæður og allir bæjarfulltrúar taka þátt í fjarfundunum. Við erum öll saman það að það er engar sérstakar aðstæður þó sem ég langar að vera Tenerife. Sérstakar aðstæður er eins og við erum að lifa núna. Meiri hlutin þarf að samþykkja sérstakar ástæður og allir ég meina allir
og veist, og allir taka þátt með rafrænum hætti. Mér finnst við vera að ganga sko með mjög stífum hætti þó svo að landfræðilega og jafnræðislega finnst þú ykkur hitt ekki eiga við okkur. Þannig að mér finnst þetta málskránin það einu fyrir neðan mætti þetta út en að gera bara að leita eftir því. Því við erum með 3 atriði sem við þurfum að uppfylla. Takk. Já, takk fyrir Helga Kristín Kolbeins. Ég var að detta í hug hvort að við ættum að vera með viðbót við þetta þar sem að bæjarstjórn félög bæjarstjóra að skoða athugasemdir sem að framkomið á fundunum. Þannig að það komi svör þá á milli funda. Já. Já, við samþykjum þetta og erum með þessa viðbótartillögu að bæjarstjóra sé falið að skoða þá umræðu sem hefur hér verið í kvöld á milli funda. Þannig að er það ekki? Það er allir bæjarfulltrúar sammála því að þessu verið vísað aftur í bæjarráð. Þá ber ég það undir atkvæði, bæjarfulltrúar sammála því samþykkir, gef mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Þannig að það er samþykkt. Þannig að við ljúkum þessum 3. dagskrárlið, það er 4. dagskrárlið breytingar á bæjarmála samþykkt. Gerir ráð fyrir að bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Hildur Sólveig Sigurðardóttir vilji bera upp tillögu númer 1. Er það ekki? Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og áheyrendur. Já, ég í sakleysinu mínu sá tækifæri þegar var verið að eiga við bæjarmálasamþykktina að nota undir þeim lið tækifærið og kalla eftir áframhaldandi breytingum. En mér það alveg ljúft og skylt að gera það undir sérlið, undir bæjarmálasamþykkt ef að það fellur fólki betur. Það svo sem búið að koma ítrekka fram í ræðu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hver afstaða okkar í þessu máli og ég ætla bara með leyfi forseta að fá að lesa upp tillöguna eins og hún liggur fyrir og hún þá breytist örlítið. Smá stund að finna þetta. Tillaga 1 myndi þá hljóma á eftirfarandi máta. Og tillaga hefst og ég óska svo eftir að rökstuðningunum sem að ég lesa eftir fá að fylgja einnig með. Tillaga 1 svo hljóðandi. Falli verði frá fjölgun bæjarfulltrúa. Undirrituðu leggja til að 1. grein bæjarmálasamþykktar verði breytt þannig að í 1. grein standi bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar er skipuð 7 fulltrúum í stað bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar er skipuð 9 fulltrúum. Rökstuðningur, fjölgun bæjarfulltrúa mun fela í sér aukinn kostnað fyrir sveitarfélagið en miðað við kjör bæjarfulltrúa í dag mun hækkun launakostnaðar vegna 2 nýrra bæjarfulltrúa samsvara 30 milljóna næsta kjörtímabil. Í rekstri þar sem sívaxandi launakostnaður er ógn við stöðugleika í rekstri er óskynsamlegt að fjölga bæjarfulltrúum. Hvorki Háni E-listi sem mynda meirihluta bæjarstjórnar hafði fjölgun bæjarfulltrúa sem stefnumál fyrir kosningar. Umfang og eðli ákvörðunar er veigamikið og á erindi við íbúa. Því gengur þessi ákvörðun gegn markmiði hennar aukið lýðræði þar sem kjósendum var aldrei gert að ljóst að þessi stóra stefnubreyting stæði til né var þeim gefið tækifæri til að taka þátt í íbúakosningu eða íbúakönnun málið. Mat á hagræðingar áhrifum. Beinn kostnaður hátt í 6 milljónir árlega og afleitur aukinn kostnaður meðal annars vegna lengri viðveru starfsmanna sveitarfélagsins á bæjarstjórnarfundum. Tillögu og bókun lýkur við hana. Takk. Já, takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þetta verður fært í bókar eins og þetta var upplesið og berst okkur þá rafrænt í framhaldi.
Ég veit ekki, með leyfi varaforseta, hvort ég eigi að taka til máls einu sinni enn í þessu, en ég held að allavega hvað mig varðar, og ég held að ég tali nú alveg fyrir meirihlutann í þessu. Við erum búin að ræða þetta alloft, og eins og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom inn á þá voru hann ekki að koma með þetta í fyrsta skipti aftur. Þannig að við erum búin að ræða þetta alloft, og ég veit ekki til þess að það hafi orðið nein stefnubreiting hjá okkur heldur í meirihlutanum hvað þetta varðar. Þannig að ég veit ekki hversu mikil umræða mun hér fara fram, en það er sjálfsagt að hún fari fram ef að bæjarfulltrúar hafa áhuga á því. Þannig að ég gef bara orðið laust áður en fyrir mig atkvæðagreiðslu. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta eitthvað frekar og hann tekið til atkvæða. Svo er ekki. Þá tökum við þessa tillögu til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu gefa mér atkvæðamerki. Það eru 3 bæjarfulltrúar sammála. Þeir bæjarfulltrúar sem eru á móti gefa mér atkvæðamerki. Það eru 4 á móti, þannig að tillagan er felld. Vilja bæjarfulltrúar gera grein fyrir atkvæði sínu? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að gera grein fyrir atkvæði mínum eftirfarandi bókun. Heildarendurskoðun á bæjarmálasamþykktinni er nú lokið. Ég óska leyfis forseta til að lesa upp bókunina. Heildarendurskoðun á bæjarmálasamþykktinni er nýlokið. Því er ekkert sem kallar að hún verði tekin upp að nýju nema að lagabreitingar kalli á slíkt. Fyrr á fundunum var verið að samþykkja viðauka vegna lagabreitingar er varðar meðal annars fjarfundi. Þau rök sem Sjálfstæðisflokkurinn nefnir í máli sínu til stuðnings standast enga skoðun. Ekki gert ráð fyrir kostnaðarauka vegna fjölgunar bæjarfulltrúa í fjárhagsáætlun. Ekki verður með neinu móti séð hvernig fjölgunin flæki boðleiðir í stjórnsýslunni og engin tengsl eru á milli fjölda bæjarfulltrúa og lengdar funda á sveitarstjórnum á Íslandi. Fjölgun bæjarfulltrúa styrkir lýðræði í Vestmannaeyjum. Fjölgunin endurspeglar betur félagslega skiptingu og hugmyndir kjósenda, skapar skilyrði fyrir nánara samband milli íbúa og bæjarfulltrúa, er hvati að fjölgun framboða sem kemur í veg fyrir kerfi fárra en stórra flokka, færri atkvæði í kosningu falla dauð niður og réttari mynd er gefin af vilja kjósenda. Þess vegna er fjölgun bæjarfulltrúa lýðræðismál sem allir ættu að geta fagnað. Takk fyrir Njáll Ragnarsson. Það er Helga Kristín Kolbeinsson. Ég geri grein fyrir atkvæði mínu. Ég segi já. Það er ekkert sem segir það að fjöldi fulltrúa eða hver sé æskilegur fjöldi fulltrúa til þess að sem mestu lýðræði sé náð. Hvort það séu 3 eða 7 eða 11, það er ekkert sem það segir það, ekki nýtt. Við höfum annað ákveðið frelsi til þess að hafa ákveðið marga fulltrúa. Þau rök, ég hvergi sé rökstuðningin fyrir því, af hverju þessi fulltrúafjöldi frekar en einhver annar. Þannig að það er bara það sem ég vildi ítreka. Takk. Takk fyrir Helga Kristín Kolbeins. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gera grein fyrir atkvæði mínu með bókun. Hún er eftirfarandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka að í ákvörðun fjölgun bæjarfulltrúa felst kostnaður. Auk þess hefur meirihlutinn ekki kannað hug íbúa til þessar stefnumótandi ákvörðunar en slíkt hefur verið eðlilegt þar sem hvorki H né E-listi upplýsti kjósendur sína þessa fyrirætlan. Meirihlutinn forðast að gangast við afleiðingum ákvarðana sinna með því að gera ekki ráð fyrir hækkun launa í fjárhagsáætlun vegna fjölgunar bæjarfulltrúa næsta kjörtímabili. Hvergi hefur verið sýnt fram á að fjölgun bæjarfulltrúa tryggi aukið lýðræði. Bókun lýkur. Takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir.
Ég veit athygli á því að Njáll Ragnarsson hefur óskað eftir að það sé lög upp bókunni, hann var að tala um samþykkt en það var fjallað. Þannig að það hefur borist okkur ritara rafrænt, þannig að það hefur lagfært þetta orðalag. Það er frjálst að taka til máls ef það er, eða gera grein fyrir atkvæði sínu. Við erum svo sem búin að, og það hafa þó nokkrir tekið til máls, þannig að við held ég ljúkum þessum bara 4. dagskrárlið, tökum 5. dagskrárlið á dagskrá sem er dagskrá bæjarstjórnarfunda. Nú, það var sent með fundagjögnum tillögur og dagsetningu bæjarstjórnarfunda út maí 2022 og það er þá 27. janúar næstu fundur, 24. febrúar, 24. mars, 7. apríl og 5. maí. Vilja bæjarfulltrúar að ræða þessa dagskrá? Svo er ekki. Þá byrja hann undir atkvæði, bæjarfulltrúar sem er því samþykki kemur atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá fyrir við í 6. dagskrárlið, það er framkvæmd á Hafnará Vestmannaeyja, fundur 268. Óskað eftir umræðum lið nr. 3 sem er orkustöð, staða og umhverfisáhrif. En þetta var bókað í ráðinu. Fundur í ráðinu 8. nóvember. Síðastliðin fari yfir stöðu á málefnum orkustöðar, hringrása, hagkerfis og framtíðar í úrgangsmálum. Niðurstaða ráða þakka kynningunum leggur áherslu á að allir aðilar sem að málinu koma séu upplýstir á hverjum tíma og umræða mála séu samstarfi við viðkomandi fagráð. Ósk frá minnihlutanum að ræða þetta. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, mér fannst það nokkuð áhugavert þegar ég átti samtöl við fulltrúa okkar í fagráðinu þar sem að það varð ákveðin umræða hérna bæjarstjórnarfundi þegar þetta mál er tekið fyrir, það sem að vera ákveða að falla frá fyrirætlunum Sorporkustöð og þar var talað að, og í máli bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kom fram að því þetta er miður að það væri verið að fara fram hjá fagráðinu við þessa ákvörðunartöku. Og miðað við umræðuna í ráðinu að þá var það líka skilningur þeirra fulltrúa að það hefði verið óánægja með það að það ráð hafi ekki komið að þeirri ákvörðun og það hafi verið í rauninni þessi bókun sem að forseti las upp að það sem kom fram að mikilvægt væri að allir væri upplýstir á hverjum tíma og umræða væri í samstarfi viðkomandi fagráð og þetta bara í rauninni svona staðfestir það svolítið að ég segi eins og hjá mér persónulega, ég satt hjá og í þessu máli og gera grein fyrir atkvæðin mínu með þeim hætti að ég sæti hjá þessum framkvæmdu hafnar að það hafi verið haldið utan við þessa ákvörðunartöku. Og það er skilningur minn af þeim umræðum sem fóru fram hann í ráðuna, ráðið upplifir það líka að því hafi verið haldið við þessa umræðu og þannig var umræðan á þessum fundi og þannig að ég tek bara undir með þeim og ég skil líka alveg vonbrigði þeirra að þegar að tilgangurinn, hver er tilgangurinn með fagráði þá ekki alveg eins bara hægt að leggja þau niður ef við ætlum að taka alla stefnumótandi ákvarðanir fyrir þær. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugaverð bókun og mér fannst áhugavert að lesa hana en ég ætla að leggja fram eftirfarandi bókun í þessum lið og hún er svo hljóðandi. Og undir hana taka allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Undirrituð taka undir bókun framkvæmd á Hafnarás fagra sorpmála að mikilvægt sé að allir aðilar sem koma að stöðu Sorporkustöðvar séu upplýstir á hverjum tíma og að umræða sé í samstarfi viðkomandi fagráð. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýstu yfir áhyggjum af og bókuðu ákvörðun bæjarstjórnar frestun og kaupum á nýrri Sorporkustöð að verið væri að fara með ákvörðun framtíðamál Sorporkustöðvar fram hjá fagráðinu. Það hefur nú verið staðfest með samhljóða bókun fagráðsins. Bókun lýkur. Fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir, það er Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég las þessa bókun ekki með sömu gleraugum og oddviti sjálfstæðismanna, Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúi. Mér skildist bara, það stendur ekki að ráðinu hafi verið haldið utan við, heldur stendur að sé mikilvægt að þau séu inn í málunum, sem eðlilegt og sem tekið undir bókun sem kom fram hér hjá bæjarfulltrúum mig og Hálista síðast, að ráðið færi ennþá með málin. Mínar upplýsingar á þessum fundi ekki þar sömu og oddvita sjálfstæðismanna, og það sem enginn hér á þessum fundi sem situr í þessu ráði, en formaður ráðsins var hérna síðast og fór yfir þessi mál. Og þessi bókun, ég verði bara að fá að lesa hana aftur, af því að ég skil ekki hvernig er hægt að skilja hana svona. Með leyfi forseta. Þá ég 3. liður úr þessari fundagerð. Ráðið þakka kynningun og leggur áherslu á allir aðilar sem að málinu komu sér upplýstir á hverjum tíma og umræðan sé í samstarfi viðkomandi fagráð. Ég bara get ekki hvernig bæjarfulltrúin fær út úr því að þetta þýði það að enginn hafi vitað neitt og hafi verið haldið utan við málið. Hefði þá ekki staðið þarna að það sem í öllu óásættanlegt að fagráðinu sé haldið fyrir utan málið? Það stendur ekki. Og þeir fagaðilar sem sátu í ráðinu, eða ráðsmenn, fyrir hönd meirihlutans, þeir upplifðu þetta ekki eins og oddviti sjálfstæðismanna lýsir hér í pontu. Þannig að það kannski eitthvað, og við sátum ekki þessa fundi. Þannig að við verum að treysta því fólki sem við tölum við, bæði oddvitin og ég, en ég get ekki með nokkru móti skilið hvernig þetta á að vera alveg þvílík móðgun og þvílík plammering fyrir þá umræðu sem fór fram hér á síðasta fundi. Ég bara næ ekki utan það mál, þið verða að fyrirgefa. Já, takk fyrir Íris Róbertsdóttir. Það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, hversu vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla bara að bregðast við þessu sem kom fram í máli bæjarstjóra. Ég náttúrulega bara ekkert að lesa þetta með neinum gleraugum, ég bara að lesa það sem stendur þarna, að umræða að þegar það þarf sérstaklega að taka það fram í fundagerð fagráðsins að umræða sé í samstarfi við viðkomandi fagráð, þá það náttúrulega ákveðin vísbending að hún sé það ekki fyrir. Ég líkt og bæjarstjóri kom inn á, talaði við mína nefndar fulltrúa og þeirra auðvitað hefur maður ekki eftir eðlilega, samkvæmt bara ákveðnum siðareglum, orð einstakra fulltrúa, en andinn á fundinum hefði verið sá að mönnum hafi verið misboðið og þá greinilega bara fólk þarna innan ráðsins ekki að tala sama tungumálið. Auðvitað það erfitt fyrir formann ráðsins sem í meirihluta að ætla að fara með einhverja harðorða bókun á móti sínum eigin og sínum samstarfsfólki. Einhvern veginn þarf að gera það greinilega mýkri höndum og hér hefur það greinilega verið gert. En það var ástæða fyrir því að ráðið bara samþykkt ekki, en þau fundu sig knúna til þess að segja þetta og ítreka það að umræða sé í samstarfi viðkomandi fagráð. En eins og ég segi, það greinilega ekki alveg allir að tala saman tungumáli þarna inni. Takk. Já, takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Með leyfi varaforseta þá ætla ég að taka undir það sem kom fram í orði bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur. Ég greinilega að lesa þetta allt öðruvísi og ég sitt nú eins og hefur komið fram í fræðsluráði og ef að mér hefði verið haldið utan við eitthvað í fræðsluráði þá hefði ég bókað allt öðruvísi líka. Þannig að þetta allavega einhver önnur vinnubrögð þá heldur en ég myndi stunda. Þannig að þetta ákaflega skrítið. En ef að bæjarfulltrúar vilja ræða þetta frekar, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar gestir, ég ætla að fá að lesa bókun fyrir hönd meirihlutans. Það nokkuð ljóst að niðurstaða ráðsins lesin með misjöfnum gleraugum. Framkvæmd og hafnaráð hefur fjallað málefni sorpbrennslustöðvar og mun halda því áfram. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið.
Það sýnist mér ekki. Þannig að ég held að þetta sé bara tæmt. Umræðan þennan lið. Aðri liðir 1, 2 og 4 til 5 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrárliður 7 fræðsluráð fundu 350, liðir 1 til 5 liggja fyrir til upplýsinga. 8. dagskrárliður umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundu 354, liðir 1 til 2 liggja fyrir til upplýsinga. 9. dagskrárliður umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundu 355, það er liður 4 sem liggur fyrir til samþykktar, það er hvítingavegur deiliskipulag, þetta kemur frá byggingafulltrúa. Þetta var fjallað á fundi ráðsins 22. nóvember síðastliðinn. 4. dagskrármál hvítingavegur deiliskipulag, lagði fram tillaga auglýsingu vegna breyting á deiliskipulagi miðbæjar vegna nýrra lóða við hvítingaveg. Niðurstaða að ráðið samþykkir að auglýsa breyting á deiliskipulagi miðbæjar samanber 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og erindinu vísað til bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Lengi bæjarfulltrúar ræða þetta, þá ber ég það undir atkvæði þegar bæjarfulltrúar sem er því samþykki gefur mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt samhljóða. Nú liðir 1 til 3 og 5 til 7 liggja fyrir til upplýsinga. 10. dagskrárliður bæjar á Vestmannaeyja fundu 3164. Það var liður 2 breytingar á leiðbeiningum og ritum fundagerða, notkun fjarfundabúnaðar liggur fyrir til fyrir umræðu bæjarstjórnar. Þetta var fjallað þetta í dagskrárlið nr. 3 og liður 1 til liður 1 og liður 3 til 12 liggja fyrir til upplýsinga. Það er 11. dagskrárliður framkvæmd á Hafnará á Vestmannaeyja fundu 269, það er liður 1 til 6 sem liggja fyrir til upplýsinga. 12. dagskrárliður fræðslur á Vestmannaeyja fundu 351 og það er liður 1 til 3 sem liggja fyrir til upplýsinga. 13. dagskrárliður fjölskyldu og tómstundaráð fundu 271 og það er liður 1 til 4 sem liggja fyrir til upplýsinga. 14. dagskrárliður er svo bæjar á Vestmannaeyja, það fundur 3165. Það er liður 1 til 2 sem eru þar og þeim hefur verið vísað til bæjarstjórnar og voru dagskrárliður nr. 1 og 2 á þessum fundi. Þannig að þá er þessum, það er liður 3 til 6 sem liggja fyrir til upplýsinga. Nú þá er dagskráin tæmt á þessum bæjarstjórnarfundi sem er nr. 1578, fundin 2. desember og komið að því að slíta fundi. Og næsti fundur er 27. janúar 2022, þannig að ég óska öllum bæjarfulltrúum gleðilegra jóla og farsaldar á nýja ári. Takk fyrir fundin. Það er fundi slitið 21:30.